þetta var arfleið eins og ég skildi þetta þá 2012 þegar við vorum að klungra saman sem flokki að það veri arfleið frá borgarahreyfingunni sem var ekki heldur með formann og pælingin eins og ég skildi hann alltaf þá og aðfylgdast hana þá var svo þetta væri til þess að dreifa valdi og væri til þess að það væri ekki svona einhver sem að réði öllu bara og einhvers konar einræðisherra eða þannig svona einhver með miklu meiri völd heldur en allir aðrir og svona í fljótu bragði þá meikaði það alveg sens ég var mjög hlynntur á þessum tíma svo fór ég að vinna á Alþingi í sem 3 manna þingflokki og eftir einhver tíma þar þá fór mér að finnast þessi leið til að ná því markmið sem valddreifing og auka lýðræðið og allt það passa að sé ábyrgð í stjórnmálum ekki gera það að verkum, ekki valda því að vald væri dreift, heldur þvert á móti, að þjappaði saman á færri hendur og fjarlægði félagsmenn úr ákvörðun það hver ætti að hafa umboð til að gera hlutina. Og þetta náttúrulega þetta rosa mikið í samhengi við þingið, Alþingi. Og það ekki sjálfsagt að formaður sé þingmaður, Það alveg það hafa alveg verið kjörnir formenn í öðrum flokkum sem ekki þingmenn, en þar sem ég sé þetta formannsleysi eða hef séð þetta formannsleysi snúast upp í andhverfi sína að mínum mati, það hefur verið á Alþingi. Og þá sérstaklega í því að aðri flokkar eru með formann og þingflokksformann. Þingflokksformaðurinn bara kjörinn af þingflokknum og sér hluti svo mannaráðningar og díla dagskrána og eitthvað svona innra þingstöf og ekki hluti sem að deildarstjóri. Já, deild Pírata á þingi deildarstjóri eitthvað svoleiðis, já. Að meðan formaðurinn sá sem að hjá hinum flokkunum sem hefur verið kjörinn af félagsmönnum flokksins. Það þannig allstaðar? Það held ég alveg, ég veit ekki betur það allavega þannig hjá stóru flokkunum og ég svo sem hefur ekki skoðað sérstaklega flokk fólksins en ég gerir ráð fyrir því en ég gerir ráð fyrir því að þannig sé það yfirleitt og allavega hjá öllum flokkum sem að ég veit til þess sem ég hef eitthvað vit á nema hjá okkur það sem í raun og veru klikkaði finnst mér að við gerðum ráð fyrir því að með að taka burt titilinn og stöðuna að þá myndi þetta valda einhvern veginn bara gufa upp en það sem gerist að það verður valda tómarúm eitthvað sem mjög vel þekkt í stjórnmálafræði þú leysir upp einhvern dópsmikl hring þá verður til valda tómarúm úr því og það hefur áhrif og þetta valda tómarúm á þinginu leiddi það af sér að í raun og veru það var ólýðræðislega ákvarðað hver skildi sinna þessu hlutverki formann sem einhver þurfti að gera og það var engin skýr ábyrgð með því, það var ekki skýrt hlutverk þannig að það var aldrei neitt sem fekk titilinn og þegar það engin titill sem fylgir einhver uppskrift af því hvað sá titill þýðir og á hverju einstaklingurum ber ábyrgð þá verksviðið ekki skýrt og það engin ábyrgð þannig að það sem mér fannst þetta leið af sér var valda samþjöppun og ábyrgðarleysi og skort á lýðræði og stundum þannig að mér líður alveg hálf kjánalega hugsa til þess að við erum eini flokkurinn á Alþingi þar sem manneskjan sem fer að semja þinglok ekki með lýðræðislegt umboð frá grasrótinni sjálfri heldur bara frá þingflokknum En hver gerir það, fyrir að fyrst að ég hef þetta nokkra athugasemdir finnst þér, athugasemdir spurði fyrst, þetta ennþá svona í dag? Finnst þér vandamáli sem þú ert að skýra fjallar útfærslu og fjallar svona ímynd útfærslan á þessum tíma var einhvern hátt þetta með að Píratar eru með flatan struktúr einhvern veginn sama sem Píratar eru formannslaus og það finnst mér ekki satt þetta bara tvær mismunandi hlutverka eða hlutir að ræða þetta með að það kemur það að völd eru alls konar völd felast líka í forréttindum sem þú stundum fæðist með meira að segja svo það að vera valdamikil manneskja ekki að vera titluð formanneskja ekki að halda utanum einhvern fínan lista sem stendur ég hef völd til þess að ég hef umboð fólk svona svolítið umboðasjúkt á Íslandi finnst mér ég hef umboð til og ég bara mér alveg sama hvað þetta orð breytir engu segðu mér hvers vegna þú hérna og fyrir hönd hvers þú ert að fulltrúast
þú veist, það einhvern veginn þannig og já, ég sé hræðilega útfærslu af formannsleik eða að taka út formlegt vald eins og titlar eru án þess að skýra eða skilja hvað kemur eftir, hvað felst í þessu og þetta er svona tvíþætt, þú ert að hugsa innan við hreyfinguna, hvaða væntingar höfum við til titilsins og hvaða væntingar eru að núti, þú tala mikið alþingi, það fyrir mér ekki eins spennandi eins og hreyfingin, en þú veist, þar bara mjög, ég hef komið þarna nokkur sinnum og svona, það bara mjög skýrt og hefð segir að í þessum hlutverkum það eru margar væntingar til þessara hlutverka, svo þegar einhver fer og semur, til dæmis sem þú tala sem ekki með umboð grasrótar, ég bara rosalega ósammála því. Það að vera kjörin fulltrúi Pírata, þá ertu í umboði grasrótar. Hvaða þingmanneskja sem getur farið þarna inn. Hvernig þið háttið ykkar verklag þarna inni? Ef að þið þurfi aðstoð með það, þá treysti ég ykkur til að koma í grasróttan og spyrja eftir henni, annars það bara, you got this. Þú veist, þið eru með það og ef þið veljið, nú þið 6, ef að þið veljið Smára, McCarthy, þingmann í Suðurkjördæmi, til að fara og semja þinglok, var það ekki dæmið sem þú gafst? Það eitt af því, jú. Já. Sem að uppfylla þetta hefðbundna hlutverk og verkefni innan við það. Ef að þið veljið hann því ykkur finnst að það best, frábært. Mér skilst að þið getið ekki valið einhvern úr hreyfingunni. Þetta verður að vera kjörum fulltrúi á alþingi. Ég held að, já. Já, ég er nokkuð viss það og þá gerir þið það. Það umboð til stað. Kannski ég að miskila það en ég sé ekki hvernig að grasrót verið formann með breyta þessu. Sko, munurinn vera sá að þegar bara, minnst það bara eðli sínu lýðræðislegra að grasrótin sjálf ákveði hver að tala fyrir flokkin sem flokk, Þess að þingflokksformenn eru formenn þingflokks og hugsaðir þannig að þeir skulu vera kjörnir og starfa í umboði þingflokks. Á meðan væntingin til formanna svo að þeir hafi umboð flokksins. Við höfum aldrei alveg þetta umboð vegna þess að við erum ekki búin að spyrja og við erum ekki búin að spyrja vegna þess að við erum ekki meina ferla til að spyrja og það ferli til að spyrja hver eigi að vera formaður, hver eigi að sinna því hlutverki sem að við neyðumst til þess að sinna og það sem annað í þessu líka, þú talar óformlega völd og það er í raun og kannski meiri þungamiðja í þessu. Óformlegu völdin eitthvað sem ég hef séð verða svo ofboðslega mikil á köflum í þingflokknum. Fyrst, og það ekkert leyndarmál, ég meina fyrst var það Birgitta Jónsdóttir sem hefði þetta ofboðslega mikla pólitíska vald eins og hún var þekkt, hún var með mestu reynsluna og svona mest áberandi. Þannig að hún öðlaðist einhver völd og svo leið og hún fór að fara með þau völd sem einhverjum öðrum leist illa á. Það var engin leið til þess að spyrja, er þetta rétt, viltu gera öðruvísi, bla bla bla. Það var engin svona ferli. Það sem meira að síðan var ég sjálfur alveg óbúðslega vinsæll af ástæðum sem ég þekki ekki. Og ég held að verið 2015 eitthvað slúðis. Þá var ég skyndilega alveg ægilega vinsæll. Og þá fekk ég þessi völd bara í hendurnar. Þau voru bara sett í fangi af mér. Ég bað aldrei þau, ég sóttist aldrei eftir þeim. Ég var aldrei samþykkur til að hafa þau og ég vildi ekki hafa þau. En þau voru sett í hendurna á mér og þannig verður þetta óformlega vald til. Jafnvel að maður vill það ekki og hvað það maður vill það. Ég velti fyrir mér hvort sé verra. Þannig að þegar einhver vill það ekki, þá getur viðkomandi allavega svona reynt að delegata eitthvað, en ef það er einhver sem vill það og fær það í hendurnar, then there is no stopping. Og þá engin ábyrgð og þá engin leið til þess að af og til spyrja, viljum kannski einhver annar í þessu? En hvernig var þetta? Verður þetta svona róteita? Ég veit að þingflokksformaður allavega hefur verið og væntanlega ennþá eitthvað sem fer á milli þingfólks. Að það ekki ein manneskja innan við Pírata sem yfir lengri tíma eða kjörtímabil þingflokksformaður. Það var allavega ekki þannig. Það fór svona milli. Ég veit að Píratar hafna, peningunum. Þetta auðvitað 50% ofan í laun, þetta fáránlegt, þetta rosalegt Mútur, þetta ekkert annað. Nei, í alvöru, mér finnst þetta grafalvarlegt mál og vil leggja það niður og loki, allavega þá var það þannig á þeim tíma að þegar þú situr í fyrsta þingflokki Pírata
að þetta formann, og það núna veit ég að við höfnum þessum peningum, við erum það er engin með formannskap, en auðvitað eru verkefni innan við þetta hlutverk. Er einhver titlaður formaður innan við þingkerfið, alþingiskerfið? Já, þetta er þannig, sko þingflokksformennskan, hún við skiptum svona svolítið að fyrsta kjörtímabilinu, eflaust var það líka pælingin á öðru, en það var breytt ár, sko. Núna höfum við bara kjörið þingflokksformann okkar, sko, það hefur verið Sunna hingað til. En hins vegar formannsembættið til staðar. Ég held að Björn Leví sé núna formaður, Jón Þór var fyrsti, svo var það Birgitta, svo var það ég held ég. En það samkvæmt lögunum okkar, Pírata, það má þegar við erum í stjórnarandstöðu vegna þess að þessi formaður fær aðstoðarmann. Þannig að við værum ekki með neinn titlaðan formann, það fengum við engan aðstoðarmann. Það er hakkið. Já, þetta er hakkið. En við höfnum formannsálaginu. Ég myndi vilja hafna því áfram. Mér finnst allt í lagi að það sé kannski 15% eins og þingflokksformaður fær. En þetta 50% dæmi, þetta er bara mútur frá vondu eftirlauna þingmálinu 2003, sko. Það var bara þessu kastað í formin stjórnarandstöðuna til að þeir eru til friðis. Þannig að ég er alfarið á móti þessu svakalega álagi. Allt í lagi þessi smá, þetta er smá meiri vinna, en ekki 50%. Svo er það bara slembivalið? Það er slembivalið fyrst og svo gengur það bara í einhverja handásunda keðju. Bara hvar þú byrjar og svo fer það bara keðjunni í hring. Og það verður að segjast alveg eins og er, sko, þeir sem hafa verið með þennan titil almennt, hafa oft, sko, svo lítið pælt í því að þeir hafa beinlínis glemti, eins og núna, ég man beinlínis ekki, ég held að sé Björn Leví sem er núna formaður, en það hefur alveg komið fyrir að einstaklingurinn sem þetta lendir á, sem sagt, virðist nýta það, virðist fíla það, þú veist, og hefur ekki fyrir því að segja fjölmiðlum til dæmis þegar þeir titlaði komandi formann, segja ekki fjölmiðlum, ég er ekki formaður, eins og maður á að gera þegar maður er í þessari stöðu, og svona, þú veist, beita sér í því hlutverki og þá í algjöru umboðsleysi, þá beinlínis að kasta á teningi. Og þetta hefur gerst einu sinni og og það var svolítið stór hluti af því sem að ég fór að efast að þetta fyrirkomulag næði þessum markmiði. Já, fyrir mér hljómar þetta bara eins og þetta er illa útfært og það var ekki pælt almennilega til enda hvað þetta þýðir og fyrir mér einhvern veginn að hluti sem skipta mér rosalega miklu máli innan við Pírata er ekki bara valddreifing eða stefnurnar eða grundvelli hvers vegna Píratar urðu til fyrst í Svíþjóð og svo kom hingað heldur skiptur það mér máli að við erum ekki eins málefnas flokkur. Það eru margar Píratahreyfingar sem eru það og gera það rosalega vel í umhverju eins og í Hollandi þar sem þú hefur svona svolítið eins málefnis flokka og voru Píratar rosalega mikið flott punkt, náðu því miður ekki kjöri síðast en hafa verið, við erum netfrelsis flokkur, við skiljum internetið, allt sem fer í gegnum hollenska þingið, þá komum við með þennan vinkil, þetta getum við, þetta kunnum við, þetta kerfi verður að vera innbyggt með réttindum, innbyggt með forsvari fyrir, þú veist, jaðarsetta, þú veist, allt þetta. Og líka bara, heyrðu krakkar, þið skiljið ekki internetið, höfundaréttu skiptu máli, við erum ekki að reyna að ræna neitt, við erum að reyna að uppfæra til framtíðar. Og það hefur virkað rosalega vel. En svo eru líka önnur lönd með Píratarhreyfingar sem eru meira eins og Píratar hérlendis, sem eru kerfisbreytingar flokkar, sem hafa í staðan fyrir, ég veit ekki, fyrir mér er þetta svona tvíþætt. Þú ert með annarkvort kerfið sem er formið eða innihaldið sem eru málefnin. Og þetta er svona svolítið svart og hvítt sett upp frá mér, já. En þetta er svona svolítið augljós þegar ég hef setið núna í nokkur ár í stjórn Evrópskra Pírata og það er svona, þetta kemur svona svolítið fram stundu þegar við erum svolítið að kýta, erum ósammála eitthvað og við skiljum ekki alveg aftur af hverju, þá er það bara, já, býttu, þessi flokkar sem eru hér eru, já, við erum að horfa á þetta frá 2 mismunandi punktum, það er bara rosalega auðvelt að samræma, við erum meðvitað um þetta, bara já, nei, já. Og hér erum við kerfisbreytingar flokkur. Við erum ekki bara kerfisstjórar í svona hefbundnum tölvunarfræði hátt, heldur horfum við á kerfin eins og eru sett upp og vilja setja þau uppfæra þau á þann hátt að þau dreifa valdi, að þau eru gagnsæ, en ekki gagnsæ á þann hátt að friða ekki einkalífs
fyrir svona, þú veist, út í hött, eða þú veist, það má ekki vera kostnaðurinn við gagnsæið, og við viljum helst koma hlutunum fram á þann veg að það skiptir ekki máli hvort að vondikallinn kemur inn og verður kosininn í sama hvaða batteríkerfi sem þá kerfið nóg sterkt til að taka því. Akkurat. Við erum öll vondikallinn, við erum öll góðikallinn og við skiljum það. Já. Þetta kannski, og það, hvað varðar allir þessi málefni, við höfum auðvitað ástríðu og áhuga á málefnum hvað varðar interneti, hvað varðar öryggi á internetinu og allt þetta höfundur eftir svo framvegis. En aðalega þá erum við þessi kerfisbreytingarflokkur og það felst ábyrgð í því. Akkurat. Við þurfum innan við þessa veggi hér í höfustöðum í Tortuga, þar sem Pírata meðal annars er til, svolítið að horfa á hvað erum við að reyna að gera daglega til þess að vera breytingin sem við viljum sjá annar staðar. Og það tvennt sem felst í því. Það er bæði að prófa það, sjá hvað ekki virka og hvers vegna. Við erum skjölum þetta líka og erum þessi nördar, já, þetta áhugavert, þetta virkar ekki hvers vegna. En líka því ef við erum að biðja þetta umboð til þess að gera þessa hluti, þá vantar mig ennþá sem manneskja sem ég held skráði mig flokki 14-15, flutti ekki inn fyrir 16, mér vantar ennþá að við eigum stærri samtal hversu langt inn í kerfi sem við erum tilbúin og viljum breyta erum við tilbúin til að fara. Hversu djúpt inn í þetta kerfi, þetta hrikalega næstu því ofbeldisfulla valdakerfi, erum við tilbúin til að fara. Mér finnst formannsleysi ennþá make a sense, en ég er sammála þér í að upplifun þín, ég treysti henni algjörlega, upplifun annar í flokknum hei, þetta er eitthvað skrítið, við tókum þetta halva leið, þetta er mín túlkun af þessu. Sko, minnst þetta, ég alveg sammálaður þarna. Mér finnst þetta reyndar, minnst bara frábært að heyra þetta, vegna þess að, sko, við erum kerfisflokkur, við viljum hafa kerfi þar sem við erum með checks and balances, eins og kallað. Við viljum, ekki bara treysta því að einhver okkar uppáhalds frelsishetja nái völdum og haldi þeim að eilífu. Það er ekki hægt. Þannig virka vond kerfi. Og þess vegna, einmitt, finnst mér að, sko, ég verð alltaf mjög stoltur af því að við höfum prófað þetta formannsleysi. Þannig að mér fannst það mega sens á sínum tíma og án reynslunar sem ég hef, þá myndi mér kannski ennþá finnast það mega sens. En við þurfum líka, finnst mér, að velta fyrir okkur hvernig það hafi reynst, hvort það hafi náð markmiðunum og hvaða vandamálum það hafi skilað í leiðinni, jafnvel að það hefði sér náð þeim markmiðum. Og mér hefur ekki fundist þetta leysa neinn vandamál sem ég veit og mér hefur fundist þetta búa til nokkur og eiginlega standa í vegi fyrir því við getum leyst nokkur önnur og þar á meðal er þetta checks and balances fyrirbæri. Vegna þess að, sko, eins og ég sé þetta fyrir mér allavega, þá er það ekki formaður, sko, sem að væri bara tekin upp eftir fyrirmynd Sjálfstæðisflokksins eða eitthvað, heldur sem að sinnir skýrt afmörkuðum hlutum. Og í tillögu sem að ég var að henda út, þá er það að tryggja tengsl milli einingafélagsins. Það þýðir til dæmis að, Píratar á Suðurnesjum, þá vantar eitthvað svoleiðis. Og þá getur þið hringt í eitthvað sem að veit þá, já, þú ætti kannski að tala við feministafélag Pírata. Þau eru með þekkingu á þessu dæmi. Vera svona einhver til að hringi, basically. Í því felast ákveðin völd sem það mikilvægt að séu bara skrifið niður og skilgreind innan þess ramma. Annað svona kannski ekkit endilega mjög stórt atriði lengur en það að hafa miðlaðan tengipunkt fyrir fjölmiðla. Við minnstu ekki þurfa að tala mikið það er svolítið segið sér sjálf bara það er ekki stór atriði en fyrir mér er aðalatriðið mitt að formannslutverkið sé skilgreind þannig að ef manneskja lendir í því sem að fer illa með vald að þá að hreinu hvað hann á að gera og allt fyrir út fyrir það sé bara ekki í verkahring þeirra mannesku og sömuleiðis að það sé þátt að manneskjur sem að vilji verða formenn segjum bara vegna þess að þau eru bara ástríðu full og vilja það bara eins og margir vilja það að þá viti fyrirfram einstaklingurinn til hvers ætlast til hvað viðkomandi að fara að gera ekki bara fara að vera merkileg manneskja með snirtilegan titil sem að færa að baðast í fjölmiðlum. Það er ekki málið. Málið er þetta hérna það sem okkur vantar og þetta er það sem við ætlum að kalla formann eða formanniski eða hvað sem er. Og svo er eitt hérna í viðbót sem er að mér finnst svolítið vanta oft einhvern sem ber ábyrgð á því að geta talað fyrir stefnunni, allri. Ég veit að það væri æðislegt ef allir gerðu það
og æskilegast, en mér finnst allt í lagi að einhver sem ætlar að sækjast eftir umboði eins og formannsembætti, sá einstaklingur á að geta treyst sér til þess að bara eyða svolítið tíma í það að kanna hver stefna grasrótarinnar og hvernig náum við henni á framfæri. En núna þetta allt svolítið svona einhvern veginn í einhverju skýi sem enginn veit nákvæmlega hvað og finnst þið það? Það þannig. Ég rosalega ósammála með því. Það þannig að þingi geti fullir. Já, það sem þú ert að tala, þessi punktar sem þú ert framkvæmdastýra með það, þú veist, framkvæmdaráð með það, það eru hópar, þú veist, þetta með coordination. Já. Við getum kannski rætt það er kannski annar þáttur í Píratanum rekstur félagsins, hvernig þá partur á lít út. Mér myndi þykja vænt að reksturinn var bara rekstur, það voru hæfniskröfur og ekkert meira en það. En eins það núna þá felst líka í því sem Pírata kalla framkvæmdaráð, svona executive council eitthvað dæmi, að halda utan þessa, þú veist, þessa coordination sem þú ert að tala svolítið. Að ef að Píratar í norðvestur þurfa eða vanta eða, þú veist, það eitthvað, þá ferðað í gegnum það, sko. Annars þá sé þetta bara eiginlega, já, þú veist, hver getur tala, ég man þegar ég byrjaði í flokknum, það var rosalega mikilvægt að öll í Píratum geta að tala fjölmiðla, öll í Píratum geta að tjá sig til fjölmiðla og hafa gert það síðan. Takk til vaff. Sko, en þú veist, það fyrir mér, það sem ég, bara hreinskilnislega, ég sé ekki vandamáli sem þú ert að reyna að leysa með þessum formanni, annað en vandamál fortíðanar, sem verður að taka alvarlega, því það eru göt. Við þurfum að laga þau. Algjörlega. Ég bara ekki viss að formaður mun laga þetta. Og númer 2, ég þrusu hrætt ég hef erfitt við bönn sem lausn. Ég hef erfitt við takmarkanir sem bönn nema að þau mörk og hvað segir maður? Afmörkunin sem að gerast skýr. Bara skýr. Og þess vegna hef ég ennþá trú á, ég sé rosalega mikla vinnu og finn fyrir henni núna og ég svona svolítið spennt fyrir þessu tímabili hjá Píratum. Ég sé okkur dafna, ég sé okkur takast á við hluti á miklu heilbrigðari hátt en við hefum gert fyrr og mér finnst það frábært og þess vegna finnst mér að það svona tímapunktur núna til að takast á við þetta. Ég að ljúga ef ég segi það búin að vera að tala formann og formannsleysi síðan stofnun? Þú ert ekki að ljúga, það er ekki alveg svo langt síðan en í mjög langan tíma, alltaf frá 2015 sko. Já, bara mörg ár. Svo ég vonast til sama hvernig fer núna eða í næsta árið eða hvaða niðurstöðu koma að við munum halda áfram að tala þetta. Því ef við gerum það ekki þá svona já, nú ætla ég slett að segja svona stagnation þá og það ekki gott, það sérstaklega ekki hreyfingu. Mér finnst það hreyfingin svona svolítið á móti stagnation einhvern veginn, en ég kannski ég ekki að skilja þig út af því ég sé vandamál, ég svona mér langar að segja sammála bara eftir ekki alveg en ekki formanninum en ég les þetta og hjartanlega sammála það sem þú segir. Já, þetta bara þessi punktur með formann, ég veit hvaða vandamál leysir hann? Stóri punkt, sko, þessi tilteknu vandamál sem hlutverkin sem ég að telja hérna, það væri alveg hægt að koma þeim fyrir í einhverjum öðrum strúktúr sjálfsagt, sko. Markmiðið með að hafa formannsembættið til þess að setja ramma utan það vald sem óhjákvæmilega verður til. Það að taka óformlega valdið sem verður til og hefur orðið til. Og við erum svolítið heppin með akkurat núna í þingflokknum þess að það enginn þar sem hefur sérstakann áhuga á því. En það svolítið háð þeirri stöðu. Þannig að næstara kosningar, það kemur inn einhver einstaklingu sem hefur áhuga á því og kannski sterkur einstaklingur með bein í nefinu, sem við viljum hafa hjá okkur, skilur við. Algjörlega. Og þá verður sá viðkomandi aðili sjálfkrafa formaður. Jafnvel ef viðkomandi býður ekki það. Ég lendi í því, skilur, ég bað ekki eins og það og ég var bara gerður að einhverjum svona óformlegum yfirmanni Pírata og ég var titlar formaður hér og þar og fólk gerði ráð fyrir að vera formaður og þú veist. Það ekki gaman. Nei, og það ekki skynsamlegt fyrir hreyfingu sem að vill hafa hlutina niður njörva. Þannig að markmiðið að niður njörva hlutverkið, formgera það, setja það í checks and balances,
að félagsmenn sjálfur kjósi það og það sé bara einhver ákveðna þarfi sem við þurfum sem að formaður gæti sinnt og þá bara þetta sem formaður að gera og leið og formaður sem þá lýðræðislega kjörinn fer út fyrir það svið að fer að gera eitthvað meira heldur en og sjálfsöndis einhverjum völdum eða ætla að fara að stjórna stefnumótun einhverju svona, þá það bara skýrt að það ekki hlutverk viðkomandi aðila og þau óformlegu völd eru þá tempruð að þeirri formlegu skilgreiningu sem við höfum sett og kannski ég held að sko upprunlega frá stofnun fram á svona 2015 þá var þetta sko, ég vil ekki alveg kannski segja trúalegt atriði en ég hugsaði mig vel og lengi áður en ég dirfist að stinga upp á þessu þannig að þetta rosalega nálagt hjartafólk sko. Sérlega þetta sko stofnundum þar á meðal ég skilur þetta var mikið svona þetta er mikið séreinkenni sem fólki þykir mjög væntum ég ber alveg virðingu fyrir því en sko þetta náttúrulega í fyrsta lagi gerist ekkert nema 2/3 félagsmanna samþykki það í fyrsta lagi og öðru lagi þá finnst mér í raun og veru þetta bara vera hluti af okkar vegferð að því að gera tilraunir með valdastruktúra, læra af reynslunni og reyna að finna leiðir til að gera betur. Svo lengi sem það ferli í gangi, þá ég þokkalega sáttur. Og að meðan við erum að ræða þetta, þá það í gangi. Algjörlega. Þetta samtali í gangi og það aðalatrið. Hvort að formaðsembætti verði henn endalega lausn, það aukaatrið. Mér finnst þetta bara einfaldasta lausnin, sko. Já. Það hljóma líka svona svolítið eins og við sjáum þetta á, nú ætla ég ekki að hrútskýra okkur bæði í þessu samtali en það hljómar eins og við erum að tala þetta á mismunandi stigum. Ég sé ekki formann sérstaklega innan við alþingi struktúrin. Einmitt. Og er ég að miskila þetta? Nei, þú sér það svolítið. Já, og það, þú veist, það er allavega eitthvað sem ég er að pæla í rosalega mikið akkurat núna út af því að eiga samtalið sem núna þetta svona að nynni. Hvað gerum við? Þú veist, einhvern veginn að koma aftur til spurningunar, kerfið sem við viljum breyta, hversu djúpt við að fara inn í það? Og hvaða áhrif hefur það kerfi á okkur? Og hvaða áhrif hefur það á breytingarna sem við viljum? Og ég hef upplifað ekki einungis innan við þessa hreyfingu, þú veist, pólitískar hreyfingar eru alls konar, þær eru ekki einungis að biðja umboð til að sitja inn á alþingi, þú veist, þær eru alls konar og ég veit og hef séð og hef upplifað hvað valdakerfi og völd gera við í alvörunni frábært fólk. Algjörlega. Bara frábæra anarkofeminista sem 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 sagt grein af anarkistum sem eru mjög feminískrir og og að fara inn með þetta, þú veist, og bara kjarkin, ástrina og þú kallar þetta bein í nefinu, fara inn í þessi valdastruktúr, þú veist, þar sem ég kannski sem pínu tölvunardi segi bara algoritminn að drepa þetta, algoritminn að skjúa þetta, algoritmi alþingis getur í alvörinu og ég hef séð fyrir ykkur að núti sem þekki Lord of the Rings, þú veist, þetta bara Smeagol og Gollum. Ég held að sé alveg rétt hjá þér sko. Og það sem ég svona svolítið getum við hort á þetta alvörulega vandamál? Klárlega, þetta alvöru vandamál ég alveg sammálar þeirri greiningu þú veist stjórnmálin, sko, ef við ætlum að breyta kerfinu þá þurfum við fyrstulega að skilja nú vel til að vita hvernig við eigum að fikta í því það bara eftir mína reynslu að sitja á alþingi þá það að það sé til staðar formannsembætti einfaldlega ekki sá hluti kerfisins sem að veldur ábyrgðarleysinu, spillingunni, fúskinu og öllu því. Þessu sem að mér finnst skemma fólk og skemma kerfið okkar og skemma lýðræðið okkar. Ég sé bara ekki það að hafa formann sér hluti af því vandamáli. Sko. Ég held að sé miklu frekar eitthvað djúpstæðara, eitthvað sem að við sem hreyfing verðum að díla við ekki með því að hafa ekki formann heldur miklu frekar með því að reyna að passa það að grasrótar stöffið okkar að það komist til skila. Nú held ég að við eigum að vera búin þannig að ég helst ekki kannski fara alveg strax út í anarkismu og feminisma tvö svona risavaksin hugtök og klöngraðu saman þótt ég verið ógeðslega til það spjátt setna ógeðslega til það
Nei, þetta er, þú veist, mjög valdri, mjög, þú veist, og fara inn í eitthvað og eru bara... Og einmitt. Og ég verum ekki að tala langan tíma, kæra hlustundur. Við erum að tala við innan við ár. Við gleymum stundum að við sem einstaklingar, það sem er fallegt til þessar hreyfingu við höfum kjark og móð til þess að breyta skoðun og skipta skoðun. Lykilatriði. Það er lykilatriði, en við sem mannskepnur erum undir áhrifum á hverjum degi. Já. Og í valdamiklu áhrifa umhverfi erum við Pavlovian öll. Við erum það. Svo hvernig við tökumst á við það, ég bjó lengi í Danmörku og þar eru flokkar sem segja 2 kjörtímabil og svo bara halas, þú veist, það er engin leið tilbaka, þú getur tekið þetta græsrót eftir það, en þú getur setið 2 kjörtímabil og það var erfitt fyrir þau. Þau voru með frábæran ígildi formans, ég man ekki hvað sem var kallað á þeim tíma, ígildi formann og sem hún var bara stjarna á pólitíska himnunum og svo kom hann að kjörtímabilið og það bara þetta var erfitt en þá er nefnilega þú veist hugmyndin að það kemur fólk í staðinn. Það er þannig. Og við eigum ekki, þegar við komum upp einhver stiga, eigum við ekki fjarlæga stigan. Við eigum að styrkja stigan svo fleiri fólk kemst upp hann. Við eigum að mentora og hleypa öðrum aftur að. Algjörlega. Vel á minnst í tillögunum mína, fyrst þú nefnir þetta, það ætti náttúrulega að vera eitthvað svona tímamörk. Á mögulegu formannsembætti. Já. En svo líka eru svona takmarkanir í nýrri stjórnarskrá sem við höfum að berast fyrir. Af góður ástæð. Og það er svolítið það, þú veist, þegar þú talar þetta ég hef mikið áhuga á að ekki og þetta fjallar tillöguna, einhvern veginn finnst mér að setja upp þennan titil eða þetta hlutverk vera að stytta sér leið. Það sem við lærum af er lengra ferlið. Ef að við ætlum það er líka þess vegna og þetta er, að minnu leyti það sem við getum sagt og nú verður að hjálpa með íslenskuna the tyranny of the unstructured virkar ekki. Já, gerræði skipulagsleysisins. Algjörlega. Þetta er rosalega flott hugtak. Það er bara, ég má grípa hana bolta þess. Það er svolítið mikið vandamáli sem að mér langar til að leysa. Það bara gerst svo oft að ég séð eitthvað svona sem í svona óreiðukenndu, óskilgreindu formannsleysi, meintu valdaleysi, að þegar völdin verða til að þá er ekkert sem þú getur gripið í til að hafa heimila þeim. Það er eins að þau eru ekki skilgreind og þau eru ekki lýðræðislega ákvörðuð og það er engin ábyrgð, það er bara einhver gerir eitthvað. Og við neyðumst til þess að gera þetta sjálf, þú veist, kom upp svona, leiðinda atvik fyrir einhverjum mánuðum síðan, svona fór í fjölmiðla og var erfitt og þungt og svona, og allir sem að í raun og veru hefðu þurft að svona spyrja eitthvað, nei, hvað er í gangi, getur við eitthvað hjálpað, héldu að sér höndum vegna þess að það veist aldrei hver á að gera þetta, og leið og það er einhver sem að getur allavega sagt, herru, það er ekki einhver að tjekka þessu, þá bara, jú, gerum það, þú veist, ég kann ekki lýsa þessu, en allavega... Nei, ég skil þetta er bara verkefnisstjórn. Já, ég bara hugsa svo oft til vandamála sem við lendum í, og ég hugsa svo oft, ef við værum bara með skýrt afmarkaða niðurnjörðar formannsembætti, þá væri þetta ekki vandamál. Og það er svo margt, það er allt sem varðar svona óformlegu völd. Ég myndi meira þess að vilja ganga lengra í raun og veru í að niðurnjörfa betur, þú veist, aðrar stöður innan flokksins. Mér finnst svo mikilvægt að alltaf þegar við tökum okkur titla að það sé skýrt hvað við að gera við þá. Þannig að ef það er ekki skýrt, þá er ekki skýrt hvenær við förum út fyrir þá. Og þannig geta embætti stækka. Svona svo aðalritari kommunista, þú veist, svo er bara einhver ritari, svo er bara hann einræðisherra, vegna þess að hann er bara ritari, þú veist, svo gerir hann eitthvað sem að gera hann valda meiri, já, hann er bara ritari. Þetta breytist hratt í einhver ákveðna sjálfsblekkingu, eins og það séu ekki völd þarna, þegar þau eru þarna. Já. Það er vandinn sem ég vil leysa. Já, fyrir mér fjallar þetta akkurat, þú veist, það sem ég þykir væntum þetta samtal okkar er samtalið gagnsæið. Já. Þetta er eiginlega,
gagnsæi og upplýsingagjöf. Við ættum meira en mörg önnur að standa fyrir því Algjörlega. og gera það við, eða allan að vanda okkur kannski kunnum við þetta ekki vel og kannski þurfum við að gera það mörgu sem til að vera betri, en allan að vanda okkur að því að geta gert það. Og já, þú veist, ég gerði mig alls ekki, þú veist, talandum kannski innan við, nú hef ég alls ekkert eins góðan skilning á alþingi og valdastruktúrunum þar eins og mörg önnur, en hérna skilningurinn sem ég ekki var, þú veist, og þetta formlegt og óformlegt vald. Inn í alþingi þá heyri ég hefðir fyrir að, og ég bara, ok, takk fyrir það, þú veist, ég fattaði ekki þegar það var sagt við mig, svona, hefðir nú ekki fyrir að varaþing maður, ég bara, já, ok, flott, og hugsaði. Takk fyrir sögurskýringuna. Ég bara, já, það er fínt, og svo eftir og skildi ég, já, ok, ég var að sem þetta var viðvörun, eða aðvörun, að ég var að brjóta einhverja óformlegar boðsli, ég var að brjóta einhverja ég var að gera eitthvað að mér, ég vissi það ekki, og stundum, fyrir, ég man fyrsta skipti sem ég sat á þingi, í lok þriðjudags, ég byrjuði sem sagt mánudagsmorgun, hringi í þig út á plani og bara, ég veit ekki hvað ég að gera allt af mér og það stendur hvergi ég að gera þetta af mér að það að vera skam ég upplöði að vera skamma mig og þú skellir hlóst. Ég man eftir þessu símtali. Og ég vissi ekki, þetta fyrir mér er það sem við þurfum inn við hreyfingun okkar að taka á líka, að ég er með völd og þau eru aðalega óformleg og sum af þeim formleg. Ég er formanneskja feministafélagsins. Þú þarft ekki að lesa hversu valdadrift það apparat því það er titill. Þú veist, þú þarft ekki að lesa neitt til að finna út úr formanneskja. Ok, ég er varaþing kona. Hvað það felst í því? Nei, það er titill. En fyrir utan það er ég með óformleg völd. Ég kem kallægt fram í líkamstjáningu. Ég get tala með háum rómi. Þú veist, það er alls konar sem byggir, ég er hvít, ég er, þú veist, og þetta með völd fjallar forréttindi og fjallar alls konar sem er óþægilegt að tala fyrir einstakling. Þú ert auðvitað ekki kannski á algjörlega toppinum, en þú ert helviti nálagt. Það er bara, og það þú ert samsagt með óformlegt, eða ósýnilegt, eða hvernig fólk vill orða það. Skulum bara kalla óformlegt vald. Óformlegt. Alveg hellingaði líka. Og formlegt. Þú veist, þingmaður. Þú veist, svo við þykir vænt þetta, við þykir vænt að við tökum fleiri samtöl, þau eiga sér alveg stað, akkurat þetta. Hvað eru óformlega völdin sem við sjáum, hvernig förum við með það og hvernig getur hjálpað hvort öðru í þessu, það sem þú kallar checks and balances. Var bara, jæja Okta, þetta varst þú svona svolítið að pota á fólk með óformlegu valdi þínu við að hafa þessa reynslu, vera þessi, þú veist, þú veist, allt sem það getur verið, það getur verið allir fjárinn, sko. Gerir þú þig grein fyrir því að þegar þú ert að loka á, út að ég reyni að vanda mig, en ég veit að stundum við að taka orðið, við að vera til staðar, við að ekki skilja, þú veist, við að ekki áttum á umhverfinu, þá er ég að taka broslega mikið rými. Eða diktita, eða hvað maður segja, Já, og ég meina það er engin tæmandi listi yfir því hvernig hægt að hafa þessu óformlegu völd, skilur. Einn getur haft það með því að bara hafa gott vald á tungumálinu, til dæmis. Það er ákveðin forréttindi. Getur haft það bara eftir útliti, kannski bara lítur þannig út að fólk treysti þér, skilur, og bara eftir með einhvern raddblæði sem fólk tengir við. Það er bara fullt af svona hlutum og það er í raun og veru ekki hægt að kortleggja það eitthvað endanlega, þess að við erum bara það misjafnir einstaklingar. En þetta er bara eins og tónlist í mínum eyrum að sko, heyra fjallaðis þetta, þessi óformlegu, ósýnilegu völd sem er aldrei einhvern veginn hægt að tala þess að þá þarf maður að fara að tala persónu, hvernig maður að fara að funda sér, þú erum svolítið djúpa rödd, ertu ekki til að hafa þess minni djúpa rödd, þannig að völdin þín fergast. Hvernig tekum maður þetta samtal? Nei, þú verður að taka frá hinn áttin. Já, ég veit það. Þú verður að segja, þú veist að djúpa röddin þín er að gefa þig völd, nennir að fara varlega með það. Já, en sko þegar við erum að tala sko
hlutverk sem að eru hluti af einhverju skipulagi, þá finnst mér, langbest ef það hægt að hafa bara innbyggt þannig að hlutverkið feli í sér þá hluti sem við komum á að gera, þar sem að slíka atriði hafa sem minnst áhrif. Þau verður aldrei engin, það þarf alltaf að taka þetta samtala á og til, en þannig að þau séu sem minnst. Þannig að sé ekki bara djúpa röddin sem stjórniði hversu mikið þú ræður, skilur við, eða bara beinið í nefinu, eða bara hvað svo sem forréttindi þú hefur sem að veita þessu ósýnilega völd. Já, völd eru bara fyrir mér svolítið eins og upplýsingar og svolítið eins og vatn. Svolítið eins og upplýsingar skilji ekki alveg vatnið. Þetta flæðir, they find a way. Það alltaf til stað, já. Þú getur ekki, þú veist... Það vatn reyndar gufur upp, ekki vald, en ég skil gott við, held ég. Já, kannski ef að þessi struktúr einhvern veginn leysist og skýrist og verður meira gagnsær, þá gufar valdið. Því það ekki á konsentritum sama stað. Snýst allt valddreifingu, dreifa valdinu, meira lýðræði og meira gagnsæi, horrið. Meira. Meira Pírötum.